Þetta app ekki fyrsta afurðin frá þeim Guðmundi og Jóhanni Pétri Malmquist. Fyrsta smáforrið þeirra sló rækilega í gegn en það gerir tónlistarmönnum kleift að stilla gítar með aðstoð farsíma. Þegar við byrjuðum þá höfum við ekki hugmynd hvort að farsíminn væri orðinn nógu öflugur til að geta gert það sem við ætluðum að gera. En við tókum sénsinn og byrjuðum að þróa og nú þetta búið að dreifast til 200 landa í heiminum. Gítarstillinn, hann heitir Tunerific og til sölu á Ovi Store sem vefverslun Nokia fyrir svona farsímaforrit. Þetta í raun og veru 3 smáforrit í einu forriti. Fyrst það þessi gagnvirki gítarstillir þar sem þú slærð á strengin og færð þá feedback frá símanum. Svo það hljómabók sem með 336 gítarhljómum sem þú getur þá séð og lært og líka heyrt hvernig eiga hljóma réttir. Og svo síðast sem við köllum reference tone tuner sem þá gefur síminn þér tón og þú getur valið á milli 12 mismunandi tónstillinga og stillir þá svona eftir eyranu. Það eru sumir sem kjósa það frekar. Árangurinn hefur verið miklu betri en nokkur þorði að vona. Þetta búið að ganga rosalega vel. Við vorum eitt af fyrstu forritunum sem Ovi fór af stað með þegar þeir byrjuðu árið 2009 og höfum notið góðs af því. Nýjasta smáforritið þeirra tengist áhættureikni fyrir sykursýki og getur það hreinlega komið í veg fyrir að sjúklingar verði blindir. Forritið kallast Risk Calculator og þróað í samvinnu við vísindamenn í augnlækningum. Risk Calculator virkar þannig að sykursjúkir geta nýtt sér þetta smáforrit þannig að þeir nota gildi sem eru þekkt úr svona blóðsykursmælum og svo gildi frá læknum og slá þau inn í þetta app og fá út úr því í hvaða áhættuhópi þeir eru varðandi það að vera að þróa með sér blindu sem eitt af því sem sykursjúkir óttast hvað mest. Og þetta byggist í raun og veru á því að nota upplýsingatækni til þess að einstaklingsbinda heilbrigðisþjónustu. Okkur hættir til í heilbrigðisþjónustu og þá sérstaklega í langvinnum sjúkdómum að gera svona það sama fyrir alla. Eftir að niðurstaða hefur fengist, þá lætur forritið þig vita hvað þú getur gert til þess að lækka þessa áhættu og þá getur fólk verið að slá inn fyrir að fær síðan nýjar mælingar sem líta betur út, getur að slegið aftur inn þessar upplýsingar og fengið þá nýja niðurstöður eftir því hvernig fólk hefur verið að standa sig og þá það fyrst og fremst mataræði og hreyfing og þess háttar. Nýja forritið veldur ekki einungis byltingu í heilbrigðisþjónustu því þetta dregur gríðarlega úr kostnaði við þjónustuna. Þetta verður markvissara, bæði meiri og betri þjónusta fyrir þá sem eru slæmir, en ekki síður minni þjónusta fyrir þá sem þurfa ekki á mikilli þjónustu að halda og í því felst verulegur sparnaður og í þessu dæmi sem við höfum tekið alla leið sem augsjúkdómur í sykursýki, þá sjáum við að við getum minnkað kostnað helming, það ótrúlega há tala, helming án þess að draga úr gæðum, einfaldlega með því að einstaklingsbinda og gera þetta markvisst.